Sigurbjörg Gunnarsdóttir heiti ég og ég forstöðukona í Smárakirkju. Við langar til þess að bjóða þig velkomin í hlaðvarpið okkar, en hér ætlum við að tala uppbyggjandi og hvetjandi orð. Ég vona svo sannarlega að þetta blessi þig og hvetji þig áfram til að gera góða hluti í lífinu. Það svo gaman og best að taka það strax fram áður en ég fer í þessa fræðslu í dag. Og þetta fólk sem að þekkir kollun sína og útvalningu hefur gert hana vissa og framgengur í henni. Og þið sjáu hérna á sviðinu ákveðið fólk sem að framgangi því. Svo eru aðrir sem þið sjáu kannski ekki eins mikið, en vita alveg hvað þeir eru að gera. Eru kollun, hljóðmenninir okkar, tæknifólki okkar, glærufólki okkar, myndfólki okkar, samkomum þjónunir okkar. Konni, búin að þjóna Guði í mörg ár. Þið með? Við langar aðeins að tala þetta, að gera köllun okkur útvalningu vissa. Og í því að gera köllun okkur útvalningu vissa, þá leysast loforð í líf okkar. Erum við til í það? Þið sjáu að þetta mikið að vera hérna, ég að fara að breyta upp ermar. Sjáu í titilinn, loforðin, hvernig loforðin rætast. Það hefur örugglega ekki farið fram hjá ykkur, né neinum þeim sem að hefur eignast lifandi trú á Jesú Krist, eða lesi Biblíuna sína, eða einhvað í Biblíunni, eða heyrt predikanir, að allt líf hins trúaða í Kristi byggist á einhvers konar loforðum Guðs. Það bara allt frá A til Ö hefur þetta eitthvað að gera með hvað hann hefur lofað, hvað hann hefur sagt að hann muni gera. Hann lofar að vera með okkur. Kannistu við það loford? Hann lofar okkur sigri. Hann lofar okkur séum aldrei ein. Lofar okkur krafti, lofar okkur valdi, lofar okkur framgangi í lífinu. Og veitir hvað, hann lofar okkur fyrirheyrn á landinu. Hann lofar okkur eilífu lífi. Í öllum lífsins áskorunum höfum einhvers konar lofar frá Guði. Þá hljótum við að spyrja. Ég ætla að hef spurt svona, ég veit ekki með ykkur. Af hverju rætast, eða virðast allavega ekki rætast þá meira af þessum loforðum? Hvar allur krafturinn og hvar allur sigurum minn og hvar allur blessurum mín og svoleiðis? Ég veit að hins vegar, ef þið myndu skoða tilbaka og segja, ok, wow, hérna sá ég blessuras, wow, hérna, þið myndu finna þetta. Þetta út allt í líf okkar. Við erum hins vegar ofta mikilli hraðferð í lífinu og gleymum að skoða og stoppa og sjá, heyrðu, wow, sérðu hvað Guð gerði hér. Sérðu hvað Guð gerði hér. Sérðu hvað hann góður hérna. Hérna þurfti ég á honum að halda. Við erum ofta á allt og mikilli hraðferð. Ég ætla að skoða í dag hvernig bæði fyrir þig og mig sem einstaklinga og fyrir kirkju Krists hvað getur verið ástæðan fyrir því að við sjáum kannski ekki meira af þessum loforðum sem við öll þekkjum, öll vitum, öll höfum lesið heyrt hvernig þau ekki birtast kannski ekki í meira magni í líf okkar. Og það fyrsta einmitt þetta með útvalningu og köllun. Hlustiði. Þið með? Það Mattheus 28:18-20. Allt vald mér gefið á himni og jörðu. Jesús að tala. Allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda
Kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Þannig loforð. Loforðið þetta, heyrðu, Halldór minn, ég hef allt vald á himni og jörðu. Ég með þér alla daga, allt til enda veraldar. Og ef þú ekki lifir til enda veraldar sjálfur, ok, þá ég með allt þitt líf og í eilíðinni. Ég alltaf með þér, ég fer aldrei frá þér. Þannig stórkostlegt loforð fyrir okkur öll. En það hangir á það sem við köllum Kristiboðskipunin. Það hangir við, allt vald með gefið og þess vegna ferð þú, Halldór, og kirkja mín og þið gerið allar þjóðir á lærisveinum. Málið að þú og ég, kirkja Krists, við að gera Íslendinga að lærisveinum. Við eins og við sögðum í gamla daga því við vissum ekki hvernig átt að þýða discipleship, þú átt að lærisvenka fólk. Með öðrum orðum, það ekki eins og ég nefndi daginn að því það að allir Íslendingar verði trúaðir endilega, en áhrif Krists, valdans og autoritet og vald í landinu og kraftu frá himnum svo mikill að það breytir landinu okkar. Pólitíkin getur breytt landinu okkar, en enginn getur breytt eins og Kristur. Fagnaðarerindið eins og ég sagði daginn, mesta afl sem fyrirfinnst á jarðríki. Mesta afl. Þú segir, nei, það hlýtur að vera vetnisprengjan, atómsprengjan. Já, hún geysilegt afl til að eyða. Kastaðu henni niður, hún býr ekki til líf. En lífið í Kristi og hans fagnarindi eins og ekkert annað á jarðríki. Okay? Þannig að þarna hangir þetta loforð á þessum skilabóðum, þessari köllun á hina kristnu og þá hugsa maður, eitthvað svoleiðis alltaf við þetta? Ég held að þetta væri bara svo ég geti haft það notalegt, sjáðu. Ég meina, Jesús ekki fyrst og fremst fyrir mig? Þið vitið, við lærum til skóla, ég mig frá mér til mín. Hann þjónar mér. Vitið það, svo sannarlega hann góður og hann gefur mér allt sem ég þarf. En hann þjónar mér ekki, hann breytir mér svo ég geti þjóna öðrum. Hann gerir mig að þjóni. Þetta erfitt? Þetta gott? Það ekki tilgangurinn? Við höfum þess köllun. Þú persónulega með köllun. Við sem kirkja, við sem smárakirkja, við sem kirkja Íslands eða kirkjan á Íslandi, öll hvar saman hvað hún heitir. Við höfum köllun á líf okkar og loforð Guðs hanga við þessa köllun. Þau hanga við þessa köllun. Og þegar við missum marks af einhverjum ástæðum eða gleymum köllunni eða horfum frá henni og vitið hvað, það getur verið svo margt. Vonbrigði, særindi, sársauki, missir, þú missti kannski eitthvað, þú var sár út í Guð, einhver sagði eitthvað við þig sem meiddi þig, einhver misnotaði þig jafnvel. Það getur verið alveg djúp sár sem valda því að þú missir sjónar á því hvað það sem Guð vill. En ég var hérna á samkomu í gær með United. Hver mörg okkar voru hérna já, einhverjir. Og það var svolítið gaman að því sem að Ólafur sagði, sem að stýrir því starfi. Hann sagði, markmið United, eða United eins og eitt sagði, ég að fara á samkomu í United. United Reykjavík mörgsja. Markmið United algjörlega skýrt. Við veitum nákvæmlega hvað það var sem Guð sagði okkur að gera. Við veitum nákvæmlega hvert við erum að stefna og það það sem við gerum, ekkert annað. Gera köllun sína og útvalningu vissa. Hvað það sem ég á að gera? Og svo sagði hann, vitið það, við erum síðutogari. Ok,
Við förum út og veiðum bolfisk, en það engin vinnsla borð. Við siglum honum öllum í land og það aðrir sem gera að honum. Með öðrum orðum, við erum ekki hér til að ná í fólk og síðan að gera það á lærustunum alla leið. Kirkjurnar og einhverju aðrir þurfa að gera það, vinnslustöðurnar þurfa að gera það. En við vitum hvað okkar hlutverk sagðan. Við vitum hvað Guð hefur sagt okkur að gera. Og ég hugsaði með, þarna kristallast. Af því þetta að gera útvalningu og köllu sínu vissa úr Biblíunni. Þetta ekki eitthvað sem ég fann upp. Það mikilvægt fyrir okkur að gera að við vitum hvað Guð hefur sagt, vitum hvert við erum stefna, hvert mitt hlutverk í Guðsríkinu. Sumir sem að spila hér og syngja, þeir vita sitt hlutverk meðal annars. Það ekki þannig að það sé eina hlutverk þeirra í Guðsríkinu, en þeir vita þá allavega það hlutverk. Sumir koma hérna og þjóna í dyrunum og sumir koma og þjóna í samskotunum. Óli, til dæmis, búin að vera, ég veit ekki síðan hvernar, dögum Móse. Sumir vita hvað þeir að gera og hvert þeir að stefna og hver hlutverk þeir og þeir helga sér því. Og loforð Guðs hanga á því að það fyrir þetta fólk og þessar kirkjur og þessa hópa sem vita hvort þeir síðutógarar eða fristutógarar, sem vita hvort þeir heima vinnslustöð í landi eða ekki. Og það breytir engu, sjáðu. Þú getur verið stór tógar og lítið tógar, þú getur verið með trillu. Þú getur verið með stóra vinnslustöð eða litla. Breytir engu, það ekki verið að tala fjöldan. Það verið að tala bara hvað erum að gera. Gaman að nefna það núna, að við erum að fara að stað núna, Smárakirkja að ítorför núna alveg á næstu dögum. Smáhópastarfi. Við kallum stundum húshópa, heimahópa eða hvað það nú Það ykkur öllum, stendur ykkur öllum til boða að koma þar inn. Við vitum ekki hvað vaxa hratt, við byrjum með 2 hópa, sjáðu. En við vitum að það oft að fjölga. Það fólk sem ætlar að halda utan þá hópa, það verður með svona litla vinnslustöð í landi. Sjá hvað fara? Hvert verkefni mitt? Þegar þú kemur þar inn, þegar þú getur það tjáðig þitt líf og þína stöðu og hvar þú ert að ganga í gegnum og það beðið saman og það borðað saman og það samfélag saman. Smátt og smátt hugsanlegt að þín köllun og þín útvalning skýrist líka innra með þér. Þú segir, ég vil taka þátt í ykkur og svona, ég vil gera þetta og svo framvegis. Því að það þar sem að loforðin hanga oft á. En þetta var bara fyrirhlutun í því hvað geti hindrað. Nú því að tala það sem skiptir máli. Þetta var allt eingangur. Halldór, alltaf sami kjaftaskurinn. Hefur svo gaman að tala. Hlustið á þetta. Hvaða fyrirstaða gæti verið í þínu lífi fyrir því að þú gangir inn í köllurinn og gangir inn í loforðin, þú gangir inn í allt sem Guð hefur sagt að hann ætla að gera og vilji gera fyrir þig. Vitið hvað mörg ykkur búin að heyra spádóma, fá spádóma frá Guði. Fyrir mörgum árum férstu kannski spádóm að Guð ætla að gera þetta í lífið þínu. Fyrir mörgum árum vissur þegar þú varst á bæn, Guð tala og sagði, rís upp Halldór og gerðu. Og síðan liðið mörg ár eins og segir í söngnum, en ekkert hefur gerst eða lítið. Og þá spurningin af hverju. Það engin fordæming í því. Það bara mikilvægt fyrir okkur að vita af hverju. Munið ég sagði ykkur frá Móse. Móse fékk köllun. Hann ætlaði að drífa sig í að bjarginni og drap Egyptan. Og Guð senkaði kölluna sem 40 ár. Sagði, þú ert ekki tilbúin, kallinn minn. Sett hann bara til hliðar. Sjáðu, það engin skömm í því, það bara að vinna. Það verið að vinna með hjarta Móse, þannig að það tilbúin að ganga fram. Og nú ætla ég að segja ykkur, það segir nefnilega í Biblíunni, hlustið á, í 1. Korinthbréfi 15:46, hið andlega kemur ekki fyrst, heldur jarneska þvínast hið andlega. Og þú spyrir kannski, þetta er svo djúpt, hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þetta? Þetta er djúpt, en þetta er ekki eins flókið eins og kannski sumir halda.
Í stuttu máli þýðir þetta einfaldlega það að andlegir hlutir og andleg verkan Guðs í þínu lífi og í kirkjunni á sér fyrirmynd í hinu náttúrulega. Það sé að Guð er búin að gera eitthvað í hinu jarneska sem er skuggamynd af því sem hann síðan gerir í hinu andlega. Lesið Gamla testamentið, þið sjáuð fullt af myndum sem þar gerist í lífi Ísraelsmanna sem síðan gerist í hinu andlega fyrir þig og mig í kirkju Krists. Okay, það það sem þetta þýðir í stuttumáli. Og ég vil að við skoðum fyrirstöðuna í okkar lífi út frá henni jarneska, því hún er gefin. Það er mjög þekkt vers í Biblíunni sem fjalla þessa fyrirstöðu og það er alveg stórkostleg, kannski, ég ætla bara að segja stórkostlega skemmtileg saga. Hún er alveg stórkostlega skemmtileg þessi frásögn, en hún er líka svolítið sorgleg, en við getum svo sannarlega lært af henni. Forsagan er þessi. Guð hafi lofað Hebreunum, Ísraelsmönnunum, fyrirheitna landinu. Kannist við það? Loforð. Þið munu fara út úr Egyptalandi undir handleiðslu Móse, gegnum eyðimörkina og inn í fyrirheitna landið sem flýtur í mjólk og hunangi. Þetta er draumalandið ykkar. Ég veit ekki hvað fólk sá fyrir sér, sjáðu. Þegar Guð segði við þig, hei, elsku vinur, ég tek þig inn í fyrirheitna landið sem flýtur í mjólk og hunangi. Þá erum við kannski öll með svona, sundlaug og bakka og eitthvað svalandi í drykk. Nei, það er ekki það sem var að meina. Hann sagði, ég ætla að gefa ykkur land. En það er ekki land til þess að setjast niður og gera ekki neitt. Það er land til að rækta, það er land til að iðka jörðin, rækta jörðina og iðka það sem ég hef kallað ykkur til. Það er land til þess að byggja upp. Köllun okkar á fyrirheitnalandið er alltaf þetta, að byggja upp, að rækta. Nú, jæja, það var stutt eftir. Þess að þau fara út úr Egyptalandi, þið þekkið söguna, þeir fara í gegnum eyðimörkina, það er stutt eftir. Og það er núna svo nálagt fyrirheitnalandi, það er bara hérna megin, sjáðu. Ein lítil á milli og eitthvað svona, þeir eru í eyðimörkinu hérna. Að það er tími til að skoða fyrirheitnalandi. Og Móse er hann háaldraður maður. Svo hann segir, veljið einn hraustan unga mann úr hverri ættkvísl. 12 ættkvíslir. Veljið einn hraustan mann úr hverri ættkvísl. Þannig að þetta voru 12 menn sem að fóru í könnunarleiðangur. Þeir voru svona eins konar njósnarar sem áttu að fara inn í fyrirheitnalandið og skoða það. Pælið í. Þeir fara inn og skulum lesa hvað Móse segir. Já, einmitt þetta, 13-17. Móse sendir þá til að kanna Kanansland. Þetta fyrirheitnaland hét Kanansland. Og hann sagði við þá, farið því inn í Suðurlandið, þar sé Suðurhlutan, gangið á fjöll upp og skoðið landið hvernig það er, fólki sem í því býr, hvort það er hraustlegt eða veiklegt, fátt eða margt, og hvernig landið er sem það býr í, hvort það er gott eða illt. Takk þetta er fyrirheitnalandi, það myndi samt vita, er það gott eða illt? Hvernig ástand er í þessu landi sem hann er að fara að gefa okkur? Hvort það eru tjöld, búa þeir í tjöldum, er þetta bedúinar eða búa þeir í tjöldum, er þetta víggirta borgir? Það er erfitt að vinna þær ef við þurfum að fara í eitthvað stríð. Hvernig er landið? Er það feitt eða magurt? Er eitthvað gæði í landinu? Er þetta bara eyðimörk eða hvernig er þetta? Eru skógarðar eða ekki? Og hann segir, verið hugrækir, segir Móse, komið með nokkuð ávöxtunum, komið með ávöxtulegum mér að sjá hvernig ávöxtir vaksa í þessu landi. Það var eins og verið ekki vínbyrja tíð, segir síðan. Nú ætla ég að spyrja þig. Og þú ert í þessar stöðu, þú veist hvað Guð hefur sagt. Og þú sem ert heima að hlusta, þú veist hvað Guð hefur sagt. Þeir eru búin að smakka hversu góður hann er. Þeir eru búin að smakka á kærleika hans. Þið vitið hvað hann hefur talað. Þið vitið hvað hann vill. Þið vissið það kannski fyrir löngu síðan.
Sumir eru kannski það nýja, þeir eru ennþá, nei, Halldór, sorry, ég veit ekkert um það. Ok, þú ert á góðum stað. Það mun allt koma. En sum okkar eru búin að vita kannski langa tíma og það hefur dregist. Að ganga inn í þetta fyrir þetta land. Og þegar þú spyr sjálfa þig núna, ef að ég myndi setja spæjara inn í landi og undan mér, það að segja inn í drauminn, loforðin sem ég er að bíða eftir. Ég ætla ekki að biðja ykkur réttu hönd, en er einhver hérna ekki að bíða eftir einhverju loforði? Er einhver hér ekki að bíða eftir einhverjum draumi til að rætast í lífi sínu? Er ekki einhver sem þráir einmitt einhvað frá Guði sem hefur ekki gerst? Og þú sendir spæjar inn til að gá hvernig þetta er þarna hinum megin. Þá spyr ég þig núna, og þú þarft ekki að svara upp átt, en svara fyrir sjálfa þig. Hvernig lítur þú út? Það tók á 40 daga að skoða landið. Svo komu þeir tilbaka og hlusti á skýrsluna sem þessi 12 menn komu með. Þeir sögðu Móse frá og mæltu, vers 27. Við komum í landið, þangað sem þú sendur okkur, og að sönnu flýtur það í mjólk og hunangi. Það sem sagt, þetta er gott land. Og þetta er ávöxtur þess. En það er hraust þjóð sem býr í landinu. Og borgirnar eru víðgirtar og stórar mjög. Og Anaks sonur sáum við þar einnig. Amalekítar byggja Suðurlandið og Hetítar, Jebúsítar og Amorítar byggja fjallendið og Kananítar búa meðfram sjónum og meðfram Jórdan. Ímyndu okkur, við erum öll í hópnum hérna sem erum að bíða eftir njósnunum sem komum tilbaka og Móse er að tala við þá og við heyrum þetta. Og við segjum, byrja rosalega vel, þetta flýtur í mjólk og hunangi og við sjáum fyrir okkur lofur, þetta er dásamlegt, þetta er stórkostlegt. Svo kemur allt í einu, það er alveg rosalegt liðið sem býr það maður. Þeir eru bara, þeir búi í víggirtum borgum, þetta er bara, og þá allt í einu, Biblían segir að það fór skurr líðin. Þetta eru milljónir í Ísraelsmenn, það heyrðist alveg kliður allt. Hvað er verið að segja? Hvað er fyrsta hugsunin sem kemur í hug þeirra? Við munum aldrei ná þessu. Guð er bara, og hann er búin að leiða okkur í gegnum. Ef við ekki glemdi því ekki, það búið að vera 40 ár á leiðinni. Það er ekki eins og þeir hafi byrjað í gær. Þannig þetta segir í Biblíunni, þetta var 11 daga ferð. Ok, þeir voru með fullt af búfénu og alls konar dóti með og svona og tjaldbúðuna og við skulum gefa þeim að þetta hafi tekið 50 daga. Nei, 40 ár. Þeir eru komnir að landamærum fyrirheitna landsins og hvað er Guð ekki búin að gera? Hann er búin að leiða þau í gegn kraftaverk eftir kraftaverk. Hann gerir kraftaverk til að koma út úr Egyptalandi. Hann gerir kraftaverk í eyðimörkinni. Hann skein eins og ljóssúla að nóttu til. Hann var reykský að degi til. Þau sá hann fór af stað og þau fylgdu eftir. Hlustu á þetta. Á tímabili fötin þeirra og skótnir þeirra uxu með þeim, stækkuðu með þeim. Ef þetta að tala við vaxið, þeir stækkuðu. Sérðu, börnin þeir byrja á stað, ganga, það er 30 ára snáði. Hann er 43 ára þegar þau koma. Og tímabili þá bara, við eigum ekki nýja jólaskó handa þér. Og þá bara hugsaðu það í kraftaverki eftir kraftaverki, náð Guðs yfir þeim eins og ég veit ekki hvað. Og þau eru það bil að stíga yfir í land sem flýtur, vitnisbyrjunum var svo sanna, land sem flýtur í mjólk og hunangi, fullt af góðum ávöxtum, þetta er geggjað land. En fólkið, við leggjum ekki í það. Við erum ekki að fara í stríð við þetta fólk, skal ég segja ykkur. Við ætlum ekki að taka neitt land af þeim, sko. Við töpum því. Kurr fórum líðin. Hvaða kurr fyrir þínu lífi þegar þú segir, ég er alveg við, en veistu hvað er hinum mér, ég get ekki gengið inn í þetta lofur, því það þýðir að ég þarf að.
Hvað þarf það? Ég þarf að horfast í augu við ruglið sjálfum mér til dæmis. Ég þarf bara að horfast í augu við sjálfa mig. Ég er ekkert sem ég geti horfast í augu við sjálfa mig. Hvað þá heldur risana sem eru þarna hinum megin? Er þið með? Við eigum oft erfitt með að stíga inn í lofar Guðs vegna þess að við getum ekki horfst í augu við það, þá fyrirstöðu sem kann að vera í því og átökin sem þarf til að fara þar inn. Þetta er nefnilega ekki alltaf svona bara, þetta er ekki eins og ég sagði áðan bara að leggjast í legubekk við Sundlaugarbakkann. Þetta er oft átök. Og mestu átökin eru við okkur sjálf. Kollin á okkur, hvernig við hugsum, hvað erum við gangi í gegnum. Ég sagði áðan, stundum er það særindi, meiðsli, þreyta. Vitið hvað er margir kristnir og þú sem ert að hlusta heima sem eru þreytir? Þeir nenna ekki kirkju lengur. Þetta er engin fordæming, þetta er bara staðreynd. Það vantar nennuna alveg. Ég nenni þess ekki. Já, sko, málið það, þetta er ekki þeir sem er nýfrelsaðir, þeir nenni alveg. Ég er að tala þá sem voru búin að ferðast í 40 ár í eyðimörkinni eitthvað loforð. Og ég sagði það daginn, muniði, hverju einasta janúar, þetta er árið sem vakningin kemur. Fólk vissi af loforðinu, fólk veit af loforðinu. Fólk veit að Guð er búin að segja eitthvað. Fólk veit að Ísland, það er eitthvað sem mun gerast á Íslandi sem mun snerta heiminn allan með Guðsríkið. Við vitum að það er búið að spá þessu, búið að tala þetta, við erum búin að upplifa þetta, búin að snerta pínlítið af því. En haldur menn, það eru 40 ár liðin. Ég er svo lúinn. Ég fór af stað 30. Ég frelsaðist 30. Ég var enda 20, en ég bara segja, nei, ég var 18, ég var ekki 18, allavega. Ég fer á stað, síðan líða 40 ár og ég er alltaf að bíða. Og loksins því ég kem að því að stíga inn í fyrirheitnarlandið. Það sem Guð hefur, og ég er að segja ykkur það sem Guð hefur alltaf lofað, búin að lofa okkur mörg ár Ísland, landið okkar, þig og kirkjuna, spádómurinn sem þú hefur fengið, orðin sem þú hefur meðtekið frá honum þegar þú varst einn eða ein að biðja. Þetta skal rætast. Þetta skal rætast. Þín köllun, þín sýn, það sem Guð sagt við þig, það skal rætast. Þú er komin að, við erum öll komin að, kirkja Krists er komin að landamærunum. Njósnararnir eru komnir aftur tilbaka, spæjararnir, og segja, þetta er flott land, en það þýðir þetta. Og veitir hvað við gerum þá gjarnan? Þá hófum okkur saman og ræðum þetta. Svo tökum við ákvörðun í miklum vísdómi. Það er ekki þess virði að fara inn. Það er ekki ráðlegt að vera að takast á við þetta núna. Þetta er að gera, við skulum bara fókusera á þetta. Já, það sem við erum búin að gera síðustu 40 ár, látum það duga. Það er vísdómur í því, ég er hvað sem er og gamall, ég get bara að fara alveg með mig, ég ætla að fara að reyna eitthvað svona. Skilur hvað er að fara? Við rökraðum okkur út úr loforðum Guðs og höldum að það sé viska. Kaleb, einn af þeim sem fór inn, stöðvaði kurr líðsins, vers 30. Gegn Móse og mælti, við förum þangað, við leggjum þetta land undir okkur. Hrópaði yfir líðin, hann var ekki með gjallarhótt, ekki með hátúrargerfi eins og ég, hann var enga míkarhótt, hann þurfti bara að kalla.
Og þeir sem voru aftast og heyrði ekki, þá gekk það, hann vil fara inn. Og svo kom þetta síðast og þá kom bylgjan aftur sem hitt hann, hlustiði. Við munum sigra, við munum fá þetta unnið, segir hann. En þeir menn með honum hefðu farið, sögðu, okkur ofvaxið að fara á móti þessari þjóð, því að hún sterkari heldur við. Kaleb minn, Haldur minn, við getum þetta ekki. Hætt að tala þetta. Við getum þetta ekki. Hætt að tala eitthvað útillingu andans og einhverja hluti, einhver lofvörð. Við getum þetta ekki. Muniði, fyrst í hinu náttúrulega, síðan í hinu andlega. Þetta jarneska fyrirmyndin af okkar stöðu að ganga inn í fyrirheitnalandið. Ganga inn í lofvörðin. Þetta Guð sýnir okkur nákvæmlega hvað við að gera með því að horfa á þetta. Lærum af þessu, elsku vinir. Við á þeim stað mörg hver að við segjum ekki, ég svo þreyttur. Leið mér bara vera heima. Ég nenni ekki neina svona. Hvar veskan mín? Nei, það var annað, já. Suðvika kveiktu. Ég get ekki gert þetta. Ég svo lúinn. Ég svo búinn á því. Ég hef engan nennu, engan kraft. Við getum aldrei sigrað þetta, við getum aldrei gengið inn. Og vers 32, höldum að þetta svo góð frásaga. Og þeir sem kannað höfðu landið, sögðu Ísraelsmönnum illt af því og mæltu. Landið sem við fórum til þess að kanna land sem etur upp íbúa sína. Bara við förum ekki inn, þeir éta okkur upp. Og þetta nákvæmlega sem við hugsaum. Ég nú ekki að fara í neitt andlegt stríð, ég vil bara étin upp. Þið með mér? Eða ég einn? Nei, ég ekki einn. Við öll þarna. Eða allavega mörg hver. Ég hef stundum sagt, og best að ég segja það núna líka, ég veit þetta á ekki við ykkur, þið öll farin inn í fyrirheitnalandið, en það fullt af kristnu fólk í landinu sem einmitt að nákvæmlega sérstu. Þeir með. Þeir eta upp íbúa sína og allt fólki sem við sáum hlusti nú á. Og allt fólki sem við sáum þar risavaxnir menn. Og við sáum þá risa Anaksonu sem risaættar. Örugglega alveg bara 1,85 sko. Þetta var frekar smáir á þessum tíma. En þessi voru stórir. Þeir risar. Og hlustiði. Og við, segja svo, þetta ekki Kaleb. Þetta hinir njósnararnir sem fóru inn. Og við vorum í augum okkar sjálfra sem engisbrettur. Og eins vorum við í augum þeirra. Býttu, hvernig vita þeir það? Hvernig þeir voru í augum þeirra? Þeir hafa ekki hugmyndum hvernig Anaks synir sáu þá. Það eina sem þeir vita að í eigin augum var algjört vantraust á því að geta gert þetta. Ég ormur. Ég engisbretta. Því að risinn hann traðkar á mér. Þetta vandamál sem þú og ég eigum við að etja svo oft. Við lítum svo smáum augum á okkur sjálf. Hver ég?
Ég fæddist á Kópaskeri. Þú veist, þar sem þú blikkar augun og þú keyrir í gegn og missir að bænum. Skilur hvað er að fara? Ég er frá svo litlum stað. Ég er ekkert. Af hverju ætti Guð að geta notað mig? Af hverju ætti ég að geta stigið inn í lofar Guðs? Hef enga orku í þetta. Og ég sé mig sem engisprettu. Og ég er sko ekki að fara að berjast við neina risa, Halldór minn. Kemur ekki til greina. Við erum búin að ganga lengi í trúnni mörg okkar. Og Guð blessa okkur til hægri vinstri. Nei, þetta er ekki pólitískt, sko. Þetta hægri vinstri. Hann er búin að blessa okkur til hægri og vinstri í lífinu. Endalaust. Ef við skoðum tilbaka í Jesús þá sjáum við lofun hans rætast, blessanir hans koma, kraftaverkin gerast í líf okkar. Og nú ætla ég að koma að kjarnanum í þessu öllu. Þrátt fyrir þetta 1 ár, 5 árin, 10 árin, 20 árin, 40 árin í göngunum með Guði, sama hvað eru mörg hjá þér, og þú hefur mætt og fengið að smakka hversu góður hann er, að þá veistu samt, hlustaðu, þú veist innra með þér að það er eitthvað meira. Það sem þú ert í dag, það sem þú ert að gera í dag, það sem þú ert að ganga inn í dag, það er ekki það er ekki endurinn, það endar ekki hér. Það er eitthvað meira. Ég bara veit ekki hvernig ég á að stíga inn í það. Og ég er ekki tilbúin að stíga svo inn í það með einhverjum látum og vesinni, því ég er bara engispretta, Halldór. Ég er svo lítill með þessa fyrirstöðu sem er þarna. Og vitið það er þetta meira, að vita það er eitthvað meira. Það er það sem við þurfum að sækja. Þetta meira. Haldið að Guð sé á himnum og segi, hei, enga heimtufrekju, Halldór. Ég er búin að gefa þér allt. Allt sem ég á hef ég fyrir hvað sem fengið frá honum, það er rétt. En hann segir í sínu orði að lofur hans fyrir mitt líf eru óendanleg. Lofur hans fyrir þitt líf eru óendanleg. Við erum bara búin að smakka brot af þessu. Það er meira. Það er meira fyrir þig og þig og þig og mig, kirkjuna í Smárakirkju, kirkju landsins, landið okkar allt. Það er meira frá Guði í fagnaðarendi hans og það skal rætast. Ef við sjá hvernig líðurinn var þegar þeir fengu þessa rapportina. Þetta er í 14. kafla, byrjunu 14. kafla og nú fer ég að klára. Þá æpti allur söfnuðurinn upp fyrir sér, æpti og fólki grét þá nótt. Talandi tilfinningarleg viðbrögð og drama, drottningar. En af hverju grétuðu svona mikið? Gleymdi ekki sem ég sagði áðan. Þau voru búin að fara með kraftaverkum Guðs og með undir handleiðslu Guðs í 40 ár til að fara inn í þetta land og nú fenguðu þær fréttir að það væri ekki hægt. Svo þau grétu, þau æptu, þau veinuðu og allir Ísraelsmenn, svo gerðu það sem þeir kunnu best, mögluðu. Þið mögluðu aldrei. Ég veit að ég hef aldrei heyrt eitt einasta umkvörtun og orðum ykkar, ekki eitt. Allir Ísraelsmenn mögluðu gegn Móse og Aróni og allur söfnuðurinn sagði, það væri hægt að setja þetta bara beint inn í kirkju. Muniði, þetta er hinu jarneska fyrirmynd í hinu andlega. Við, þú og ég, erum hinu andlega nákvæmlega á þessum stað. Guð gæfi
að við hefðum dáið í Egyptalandi. Þetta stórkostleg frásaga. Sálgrefið sagði, stórkostleg. Ímyndið, þau voru þrælar í Egyptalandi. Þau voru búin að vera 400 ár í þrældum undir egypskum hermönnum og að byggja fyrir þá og búa til múrsteina úr drullu eða til þess að byggja hús og þetta var þeirra vinna. Þeir voru þrælar. Við hefðum betur dáið í Egyptalandi. Þetta eins og við myndum segja, ég vildi ég hefði aldrei frelsast. Ég vildi ég hefði aldrei kynnst Guði. Nei. Veistu af hverju getur ekki sagt það? Vegna þess að þrátt fyrir allt, þá manstu öll loforðin 40 árin í eyðimörkinni. Þú manstu. Hví leiðir drottur okkur inn í þetta land til þess að falla fyrir sverði, konur okkar og börnum munu verða herfangi, mun okkur eigi betra að snúa til Egyptalands. Förum tilbaka, tökum önnu 40 ári gegnum eyðimörkinni í hina áttina, finnum okkur leiðtoga og förum. 10 af þeim sem fóru inn að skoða mæltu nú vísdómsorð. Það ekki ráðlegt að fara inn. Þetta ekki rétti tíminn. Bíðum, kannski deyja reisarnir. Við finnum alls konar. Við skulum ekki gera þetta núna. Næsta ár gæti verið góð tími. Það alveg mögulega að við getum gert þetta næsta ár. Þú veist, hver veit hvernig landslæðið þá? Svo finnum við ykkur önnur vísdómsorð þá. Nei, við skulum bíða. Við hefum kannski betur gert það í fyrra en þetta ekki betra ár. Að ganga inn í þetta fyrir heit Drottins okkar. Það alltaf rétti tíminn. Það kollurinn okkur sem talar okkur út úr því. Og nú kemur rúsíninn í pilsinundanum. Þetta síðast sem ég lesi, lofa ykkur. Frá versi 5. Þá fjallu þeir Móse og Árón á ásjónu sínar frammi fyrir allri samkomu safnaðar Ísraelsmanna. En Jósúa Núnsson og Kaleb Jefunson, þetta voru þeir sem komu, við tökum þetta land. Þessi 2. Jósúa og Kaleb. 2 þeirra sem kannað höfðu landið, þeir rifu klæði sín. Þeir voru svo sárir fyrir hönd Guðs á að hvernig liðið talaði, að þeir bara, hvað að ykkur á það? Land það sem við fórum til þess að kanna, það mesta ágætisland. Ef Drottinn hefur á okkur velþóknun, þá mun hann flytja okkur inn í þetta land og gefa okkur það, landið sem flýtur í mjólk og hunangi. Ekki gera uppreisn á móti Drottni, ekki hræðast landsfólkið, því að það brauðið okkar. Skrýtin setning. Og hérna ætla ég að stoppa með þessari hugsun. Við förum inn. Guð með okkur. Hann hefur velþóknun á því sem við erum að gera og hann hefur sagt, allt valdi mig gefið á himni og jörðu. Farið því. Og ég get alveg lofa okkur því, farið því það verðum að standa á fætur. Þú ferð ekki neitt ef þú situr kyrr. Við þurfum að breyta staðsetningu. Það að fara eitthvað. Ég ekki að tala að þú að fara eitthvað langt. En svo einn góð maður sagði á ensku að þegar þetta leika sér að þessum ensku orðum oft betur. Hann sagði að vera trúboði is not necessarily to cross the sea, but is to see the cross. Það þarf ekki að fara langt, elsku vinur. Það þarf kannski ekki að fara nefnum bara á hnén og biðja, þá er eitthvað að gerast. Förum inn og risarnir ykkar hinna 10 sem eru að tala þeir eru brauðið okkar. Hvað brauð? Brauð nærir. Og nú ætlum ég að hlusta þetta síðasti. Ég alltaf að segja, þetta 3. sinn sem ég lenda þessari samkomu. Hlusti.
Þú ferð inn í fyrirheitin sem Guð gefið þér. Þú sérð risana þar, þú sérð hvað er í fyrirstöðinni, þú sérð hvað þú þarfst að takast á við, þú sérð hvað þú óttast. En þegar þú stígur inn, þá segir þú, ég er með þér. Og risinn sem var fyrir áður, hann nærir andaðinn, hann er svarið við draumnum sem þú áttir enn eftir að sjá rætast. Hversin sem þú stígur inn og sérði eitthvað risa falla, þá rætist eitthvað inn með þér. Hefur fundið það þegar þú vinnur sigur? Þetta er dásamlegt. Meira. Sjáu, hann er brauðið þitt. Hann mun ekki traðka á þér. Þú munt eta hann. Ég er alltaf ég er alltaf einhver andlegi baráttu. Hlustaðu, þetta snýst ekki það sem við gerum svo oft, að standa bara í gegn djöflinum. Við erum alltaf í andabaráttu. Ég er ekki að segja við ekki að biðja, ekki heyra neitt af því sem ég er ekki að segja. Við eigum að biðja, en það er bænin og síðan að stíga. Það var ekki nóg að sitja hinum með Jórdan og biðja í gegn risunum. Halleluja, í Jesú nafni, við brjótum þess að risa, baka aftur, í Jesú nafni. 40 árum seinna, það var ennþá hinum með bakanum, alltaf að brjóta risana. Þú fóst inn og ást á, þeir voru brauðið þitt. Þá gerðist hlutur. Ég hveti til þess að stilla inn á okkur með reglulegum hætti því að hér verður alltaf eitthvað nýtt á nálinni. Takk fyrir að hlusta.